hvað hlæðstakja myndalega minn þannig ég var aðeins að reyna að hlaða hann í Brynjars tölvu, hlæðstakinu, fókus. Hún greinlega hlóði sér ekki mjög mikið, hún að fyrir dagja. Ég ætla að reyna að hlaða hann í dag og ég ætla að reyna að taka ykkur með í helgina en ég bara að græja hann fyrir leikskólan, við sváum svolítið út í dag. Hann sofnaði ekki fyrir 1:30 í gær, hann alltaf svo erfiður, eða hann verður oft svo erfiður með svefn þegar hann með kvef. Þá hann svona, sofnar hann á kvöldin og svo vaknar hann og þannig að hann hóstar svo mikið og næri ekki að sofna aftur. Þannig það gerist í gær, þannig að við vorum vakandi frá 9 til 1:30 saman. Þannig að við sváum aðeins út, ég er búin að ógsta róla morgun og því ég vaknaði á undan honum, ég bara hélt sko ég væri að mæta þess fyrir vinnuna en svo ég að mæta Ég tók hlæðstakið bara úr tölvunni og spurningi og svo kom það fram klukkan 10:30 og ég þarf bara að fara með hann og svo þarf ég að fara niður í vinnu og svo ætla ég bara já lokka þessa helgi, nei sko ástæðan líka okkur ég er ekki búin að vera að lokka neitt nýlega ég held ég sé ekki búin að segja Dínunni á vloggi kannski einhverju en allavega í sem sagt fyrir jól þá kom smá vesen upp í þvottahúsinu okkar og við þurftum að fá bara smið og málara og hann þurfti að rífa einhverja veggi og rífa alla innréttinguna út og setja nýja og meðan það, þú veist, var verið að gera það kolpasveitin á fullu hérna á meðan það var verið að gera það þá bara kom öll geymslan okkar fram þú veist, við erum að tala þvottavélinn okkar, þurrkarann allt sem var í skápum, öll barnafötin sem voru upp á skáp og þetta bara búið að vera hérna í þessu hérna rými ég ennþá með smá óhreinatau hérna út af hann á eftir að koma smiðurinn einu sinni enn og gera eitthvað þannig að já, ég get ekki farið með óhreinatau alveg strax en ég ætla þess að sýna ykkur ég vil ekki mynda vel degi en hann sem sagt setti þetta allt nýtt, þetta alveg eins og hún var nema ég fekk að velja plötu hér hún var held ég bara hvít eða svört eða grá en ég valdi svona viðarplötu úr IKEA og síðan ætla ég að kaupa alveg eins plötu og ég ætla að setja hérna sem svona, þú veist, borð þannig þetta svona mattsar og ætla að setja bara þvottakörfurnar undir og kannski skáp eða hillur hér. Í gær fengum við sérst leyfi að setja þurrkarann þvottavélina aftur inn í geymslu og ég gat byrjað að raða inn í skápinn og setja svona þannig. Cheese! Þannig að ég náði að taka til hérna frammi, þú veist við erum ekki búin að borða við þetta borð án þess að það sé bara allt út í einhverju kössum og eitthvað síðan bara fyrir jól Mamma gráta Mamma Ólífur gráta Vá Ólífur Ég hlæja Ólífur hlæja Vá Mamma hlæja ha Það ekki að segja vá Já, hann bara klár að borða. Ég gráta. Ólífur gráta. Vá. Já, þannig ég held ég ætla að stúsast eitthvað fyrir þvottahús helgina. Ég er komin í smá svona gír og maður langar bara að breyta öllu hérna út og ég er bara með svona byggða upp tiltekt. Ég náði ekki að laga almennilega til hérna í 5 vikur. Það var bara allt út í kössum og eitthvað. En þeir sem horfðu á myndbandið sem ég var að kaupa þetta hérna í þeir kannski vita að þetta var ekki hérna. Þetta var sérst á ganginum okkar og ég ákvað bara að prófa að setja þetta hér. Setja svona smá plöntu hér. Og þá mér finnst eitthvað svo cool þegar er svona mataborð og svo er eitthvað svona á endanum. Snjóaði aldeilis í nótt. Þessi er Sís. Sís. Þetta er Ólífur. Þetta er Ólífur. Þetta er Ólífur. Þetta er Ólífur. Ég er bara að labba í leikskólan. Ég ætla að hlaða myndalina mína niður á stofu og hún er dauð. Hvað er pabbi? Pabbi vinna. Koma hér. Já. Ég er svo spennt að það sé komið helgafrí. Ég var endur alveg mikið heima í vikunni en ég bara elska tilfinninguna að koma helgafrí. Ok, ég kom niður á stofu. Myndalina er komin í samband. Ég málaði mig í morgun af því að ég bara hafði tíma. Ég er sko búin að vera með svo mikla ljótu núna bara síðan í desember og ég vaknaði í dag og mér leið bara svona öðruvísi, ég var bara svona vill að gera mig til og þú veist ég er í alveg svona ágætlega miklu skvísu á þetta og ég var bara eitthvað svona að hugsa þú veist þetta er pottitt út af íbúðin mín er búin að vera í rústi þess vegna er ég bara ekki búin að nenna að gera mig til og ég er ekki búin að nenna að bara einhvern veginn þú veist
ef íbúðin mín í rústi, þá haus minn bara, þú veist, það bara þoka í hausnum mínum, sko. En ég vaknaði í morgun og ég bara nú kom fram og það var bara allt gett fínt. Ég er svo spennt. Ég vona að smiðurinn komi í dag og klári allt sem hann þarf að klára. Þannig ég geti græjað, ég samt held að hann kom ekki í dag. En mér langar svo að græja þátt á húsið. Ég get samt kannski alveg keypt þessa plötu þótt hann sé ekki búinn að því sem hann ætlar að gera. Og ég held að hann sé ekki verið að gera neitt á þeim vegg. Klukkan korter 11, þannig að kúninn gæti verið komin. Tíminn hann korter 11. Þannig að, já, ég er bara eitthvað svo happy í dag. Mér langar að reyna að vera dugleg að vlogga. Datt svolítið út úr því í smá tíma. Janúar er búinn að vera smá svona, ég veit ekki, ég held að janúar verður svona svolítið reset fyrir restin af árinu. Ég held ég þurfi bara svona að taka eitt svona major reset og síðan í febrúar byrja bara á fullu í rútínu. Mér langar að taka 30 days hard eða medium eða eitthvað, einhver útgáfu af 75 hard. En ég held ég meika ekki 75 daga, ég held ég meiki bara 30 daga, sko. Já, ég ætla að tjekka hvort sé komin. Ok, ég er að keyra heim, búin að vinna, búin að fara í búð. Ég er svo svöng. Það er íþróttaskóli eftir bara hálftíma. Ég ætla að reyna að borða eitthvað þannig fyrir. Og svo það er sem sagt bóndadagur í dag og mamma ætlar að passa Oliver, bara næturpassun. Ég er að reyna að hugsa eitthvað sem við getum gert. Og það sem ég er búin að hugsa er að við myndum bara fara eitthvað svona ágætlega chillað að borða. Kannski spila skrabbút. En já, íþróttaskóli, ég er að reyna að dreifa mig heim. Það er svo þungt. Lúli að fylgja bara upp. Vá! Glemdi myndavélinni heima, en við erum búin að fara með Oliver í passun til mömmu og Brynjar er að kaupa bleiur og hvítar fílakaramellur í búð út af því að fara með bleiur til mömmu að leiðinni heim, hún á ekki neinar. Ég er búin að vera á hvítar fílakaramellu tímabili núna bara ekki sem núna í janúar, keyptum við hvítar fílakaramellu poka. Þetta er eitthvað annað addicting, sko. Ég verð að eiga þetta alla daga. Ég verð að fá með nokkur á dag. En við ákveðum að fara eða vonandi, við erum ekki farin, en við erum á leiðinni á Sushi Train. Svo pirrandi, það var Sushi Train hérna í Hafnarfirðinum, bara rétt hjá okkur. En hann er hættur, þannig að við þurfum að fara alla leið niður í bæ. Og ef það er ekki laust sæti fyrir okkur, þá fer ég örugglega að gráta. Ég er að kreyfa risarækjurnar þeirra. Þær eru svo góðar, svona stórar, krispýr, þú veist, rækjur. Við erum bara bæði frekar kósí, við vorum sammála, við nettum ekki að fara fínt út að borða. Við ætlum bara að fara þangað og fara svo heim í kósí time. Vonum að næsta klippa verði af okkur sitjandi á Sushi Train. Daginn, ég fekk að sofa til 10:30 í dag og vaknaði í húsinu ein sem er skrítin tilfinning. Já, ég var bara að vakna klukkan 11 og ég er að reyna að ákveða hvort ég er frá æfingu. Ég er smá trygg með helgaræfingu núna bara því það er ekki í rútínunum minni. Það er bara svo líkaminn sem ég er búin að ákveða að helgar séu bara hvíldardagar. Þannig ég er alltaf smá bara svona en ekki helgi. Bara núna þegar ég er að segja þetta, þá er ég bara, nei, ég er ekki að fara á æfingu. En ég er búin að gera svolítið sniðugt. Ég er að reyna að minnka, þú veist, hluti sem ég þarf að gera á morgnana. Og eitt af því sem ég ger alltaf á morgnana er að fá mér kaffi. Og að því ég fá mér ískaffi, þá þarf ég alltaf að gera kaffi og svo þarf ég að kæla það í allavega nokkrar mínútur. Annars bara bráðnir klæknir. Þannig að ég gerði þetta í fyrradag. Ég gerði bara svona kaffi. Og það stóð að það mætti vera í ísskáp í allavega 4 daga, en ég hugsa að ég ætla að hafa þetta fyrir svona kannski 2 daga. Ég gerði alveg smá stóran pott, fekk mér 1 glas úr þessu í gær. Ég bjóst við að Brynjar myndi fá sér líka, en hann fekk sér ekki, þannig að ég fór mér kaffi úr þessu. Og
Já, bara aðeins vakna. Ég var að setja vel í stað. Ég er að setja í svona 50 þvottavélar í dag. Ég ætla bara að losna við alla þessa alla pókana sem er hérna frammi og ég ætla að reyna að hafa þetta smá svona organizing day og kannski kíkja í IKEA þegar Brynjar er búin að vinna eða eitthvað. Þessi smiðurinn kom sko ekki í gær, þannig að hann á eftir að koma, en þú veist, ég held að myndi ekki trufla hann, setja upp hillu. Ég veit ekki hvað hann er að fara að gera meira þarna, en ég byrjaði að gera kaffi. Ég hellti svona mikið í glasi og það verður að vera smá pláss mjólk. Þannig ég myndi segja að þetta var svona 1 glas. Þetta er, kannski fæ ég mér 1,5 kaffi bara núna. En núna þegar þetta er hérna, ég er búið að vera hérna í 2 daga, þá er ég að fíla þetta mjög mikið. Mér finnst þetta draslið í kring smá trufla, en mér finnst þetta mjög cool. Ég sá svo mikið á Pinterest svona, þú veist, svona stór borð, eða svona, þú veist, stærri konsólborð. Þannig að kannski einn daginn mun ég stækka þetta, en mér finnst þetta alveg cool í beili, sko. Og líka planta sem ég kom með heim frá Bandaríkjunum. Ég held að ég ætli bara að fara eitthvað skipuleggja hér. Stofan er sko svo tóm eftir að draslið var tekið að ég er bara svona, ég þarf að fara að vinna í stofun eitthvað. Setja, þú veist, myndir hér og eitthvað. Há! Mamma ætlar að vera með húuna. Það er komið sunnudagur. Við erum búin að gera okkur til og ætlum að fara að fá okkur smá hádegismat með Natalíu. Ætlum að fara á Brikk. Brynjar hann er á einhverju móti, einhverju raftölvuleikarmóti, þannig að veit ekki hvað hann verður lengi. Hann er held ég að koma heim bara seinni part. Ég var bara í major tiltekt í gær. Ég held ég hafi sett í svona 12 þvottavélar og þurrkara og gengið, þú veist, gekk frá eiginlega öllu. Það er einhver þvottur sem að ég var að þrífa í gærkvöldi sem ég er ekki búin að ná að ganga frá. Ég sko fór líka í gegnum fataskápinn minn og svo komið 2 pókar hérna úr fataskápnum mínum sem ég ætla bara að losa mig við. Við erum að fara í skók, hvernig? Nei! Jú. Við erum að fara út. Nei! Nei sko, hvað er mikil snjór? Ég þurfti að moka svo mikið af bílunum, við vorum öll út í snjó, þetta ég er svo illa klædd núna. Og svo náði ég ekki sko að bakka út af því það var svo mikil snjór í kringu bílinn, þannig að nágranninn minn var sem betur fyrir úti og ýtti bílnum út úr stæðinu. En ég var bara að taka bensín. Við Oliver erum bara á leiðinni í Brikk á Kársnesinu að hitta Natalíu. Smá sein á því út af þessu snjóævintýri. Bíllinn var líka ljósinn, ég var svo hrædd að ég myndi deyja á leiðinni á því ég þurfti að hafa hann sko í gangi á meðan ég var að skafa. Festist ég og þá var ég svo mikið á bensíngjöfunni og það reyna að losna. Þannig ég er svo mikið að fara að verða bensínlaus á hraðbrautinni. En já, við erum bara á leiðinni að hitta Natalíu og fá okkur að borða. Hvað er Natalía? Hvað heiti ég? Mamma! Natalía! Natalía! Já! Ójó! Og við erum með brauðsmjöri og mjólk. Við erum með ostasalat, brauð og Nati hérna. Einhver salat, snúð, hleðslu. Hvað ert þú með, Oliver? Oh my god, mikið! Orkusending. Hérna erum við Ingifer og turmerikskot fyrir þysta mömmu. Natalía! Þetta er, Natalía! já, Natalía! þetta er frá Organic Human, mjög næs. Ok, geggja, takk! Sko, við erum mættir utan skopp og ferðalag og Brynjar ætlar að hitta okkur hérna. En skopp er þannig að þau rukka fyrir hálftíma frest. Þannig að ef við myndum fara inn núna korter yfir þá værum við að tapa korteri. Þannig ég er að reyna að halda hann út í bíl. Þannig ég geti farið inn með hann bara rétt fyrir hálf. Vá! Allt búið. Ok, meira. Hoppa rassinn! Vá! Brynjar er kominn. Sís! Cheese. Þetta á ég!
Þetta er Oliver og þetta er Snjókall. Oliver er snjókallinn. Má sjá hvað er hann stór með við því. Á ég stjóka. Stærri en ég sko. Á ég stjóka. Þetta voru nágrannarnir að gera. Á ég stjóka. Meira Snjókall. Þeir eru að gera snjóhús líka. Oliver, sjá hérna. Snjóhús, Oliver. Vá. Fíða. Já, fara undir. Þetta er hús. Nei. Nei. Oliver vildi meira Snjókall. Þannig við gerðum lítinn Snjókall. Smakkan. Ekki smakkan. Og með döðlu augu og gulróta nef. Nú er Oliver að mála hann. Smakkan. Ekki smakkan. Bara plata. Uh-oh. Smakkan stjóka. Ekki smakka Snjókall. Við fórum á Metro eftir skopp. Fengum okkur ís, franskar. Og Oliver fór að leika í Boltalandi. Nú erum við bara komin heim í Cozy og ég ætla að þetta vlogg hérna. Því það er ekkert planað í kvöld nema kannski reyna að ganga frá meira þvotti og skipuleggja aðeins meira inn í búðinni. Þannig að takk fyrir að horfa og við sjáumst næst.